Herri, jæja, þá höldum við áfram hérna með kafla 4 og við erum komin hérna í þennan hérna part þar sem við erum að fara að vinna með núningskraftinn og reikna út vinnuna sem hann framkvæmir. Og þá komum við að þessar hérna flottu jöfnu. Þannig að þetta hérna, þetta er breyting á varmaorku. Ok, þetta er alltaf jákvæð tala, þannig að þegar hlutur fyrir að hreyfast, hann rennur eftir einhverju yfirborði og það er þá núningur og leið og núningur að þá myndast varmi, þá myndast hiti. Og það er þetta delta Q, þetta er aukning á varma. Ok, og þessi aukning á varma, það er bara af því að núningskrafturinn er að framkvæma okkur ákveðna vinnu. Þannig að þetta er það sama nema það er alltaf einhver mínus hérna og það er af því að vaff nún, skrifa þetta hérna, vaff nún er einmitt alltaf minna en 0. Núningskrafturinn verkar á móti hreyfingunni, hann er að reyna að hægja á öllum hlutum, þannig að öll vinna sem hann framkvæmir hún er neikvæð. Og þess vegna settir þessi mínus hérna fyrir framann. Þannig að þetta verður allt saman jákvæð tala og þetta verður líka jákvæð tala. Þannig að vinna sem núningskraftið gerir, mínus hún, jafngildir aukningu á varmaorku eða breyting á varmaorku. Og við erum að fara að nota þessa hérna reglu í næstu dæmum. Við erum að fara að taka fyrir dæmi 4.9 til 4.11. Þetta snýst allt núningskraftinn. Ok, og kannski fínt líka að rifja upp aðra jöfnu sem er svona, hvort er skrifað, K-na. Þannig að þetta er þá hreyfiorka og stöðuorka í upphafi. Hún jafngildir hreyfiorku í lokin pluss stöðuorku í lokin pluss breyting á varmaorku. Þetta segir bara það að orkan í upphafi er sama orka í lokin. Og það sem getur gerst þegar hlutur fyrir okkur hreyfingu rennur eftir yfirborðið að þá myndist varmi. Það er þetta delta Q. Þannig að K er hálft m vaff í öðru og þetta er hreyfiorka. Byggist á því að hlutur hefur massa og eitthvað hraða. Stöðuorka mgh, massa sinnum g sinnum h, byggist á að hlutur hefur eitthvað ákveðin massa og eitthvað ákveðin er í ykkur ákveðin hæð. Ok, þá hefur við allt sem við þurfum til þess að tækla þetta dæmi hérna. Þannig að, ok, kíkjum á þetta. Bíll sem er ekki á láréttum fleti á 30 km/klukkustund. Þannig að leiðu við sjáum þetta hérna, þá eigum við að fatta, ok, ég ætla ekki að nota km/klukkustund, ég ætla að nota metr á sekundu. Þannig ég þarf að taka þessa tölu og deila með 3,6. Ok, þessi bíll er látinn renna áfram þar til hann stoppar. Samkvæmt mælingunum fór hann 40 metra og vegur 1,5 tonn. Líka 1,5 tonn, við notum ekki það, við notum kíló. Þannig að við þurfum að breyta þessu og hafa þá í huga að 1 tonn vegur 1000 kíló. Og síðan koma þessi dæmi, hver er hreyfiorkan í upphafi? Það þá verið að spyrja K0 og það er bara hálfur sinnum m sinnum vaff 0 í öðru veldi. Vaff 0 er bara hraðinn í upphafi. Þetta er einfalt, þá notum við bara þennan hraða og notum massan. Hreyfiorkan í lokin. Það er hálft m vaff 1 í öðru veldi. Og hvað er hraðinn í lokin? Hvað er þetta vaff 1? Hvað er þetta vaff 1? Vaff 1 er bara 0. Þannig stopp.
þannig að hreyfiorkan í lokin stopp. Þá kemur spurt hversu mikið jókst varamorka meðan bíllinn var á hægja á sér. Þá get ég skrifa hérna K0 plus U0 saman K1 plus U1 plus delta Q. Ok, hérna sjáu þið, hérna er með K0, vitum það, hérna er með K1, vitum það, en hérna er U0 og U1. Í sjálfsög skiptir þetta engu máli af því að hluturinn er að fara á láréttum fleti. Þannig að U0 og U1 er bara sama. Þannig að við þurfum ekkert að spá í því. Það bara cancelast út á móti hvort öðru. Því að þetta er á láréttum fleti, stöðuorkan breytist ekki neitt, þannig að við þurfum ekkert að spá í U-inu. Og með þessu þá getum við reikna út hvað delta Q er. Ok? Hversu mikla vinnu framkvæmdi núningskraftur á bílnum? Þá notum við þessa reglu. Og við vitum þá delta Q í þessu dæmi og þá getum við reiknað vinnu núningskraftsins, vaff nún. Síðan þegar við komum í E-liðinn, hversu stór var núningskrafturinn, og þá nýtum við okkur þetta hérna. Þessa jöfnu. Fyrsta jöfnu sem við rákumst á. Ok, hérna þurfum við að rifja upp. Þannig að þegar við komum í hérna E-lið, þá vitum við þetta hérna. Við vorum að fá þá úr liðnum á undan. Og þetta er einhver mínustala. Ok? Við erum að leita að þessu F hérna. Þetta er F0, ok? Við erum að leita því. Þannig að hvað er delta S? Jú, við vitum það að bíllinn rann áfram með 40 metra. En þá er spurningin hvað er þetta þeta? Og það er alltaf þannig að þegar það er einhver bíll, eða kassi jafnvel, flottur bíll hjá mér, að þá er núningskrafturinn að verka þessa átt, en bíllinn er að fara í þessa átt. Þetta þýðir að þetta þeta er 180 gráður, af því að hreyfingin og krafturinn er að verka í gagnstæða stefnu. Þannig að þetta þeta hérna í þessari jöfnu, þetta verður 180 gráður. Og þá ertu með allt þess að reikna út þennan kraft. Okidók. Og kíkjum við í næsta dæmi, 410. Þannig að maður er 80 kíló, hann er á 20 metra háan rampi á hjólabretti og hann byrjar í kyrrstöðu. Þetta er mikilvægt. Þá vitum við hérna massan, við vitum hæðina, við vitum upphafshraðan. Ok. Sem kemur hérna, hver er í hraði hans neðst á rampinum ef engin snúningskraftur verkar á hann? Ok, ef engin snúningskraftur verkar á hann, þá byrjum við að skrifa upp þessa reglu hérna. Ok, núna þurfum við ekki að gera þetta delta Q, af því að það er engin núningskraftur og ef það er engin núningskraftur þá myndast engin varmi. Ok, við getum skrifað þetta hérna upp. Þannig að K0, hann byrjar í kyrrstöðu, þetta er 0. Ok. U1, þetta er stöðuorka hans neðst niðri. Og þegar hann er neðst niðri, að þá er hæðin 0. Það þýðir að hann hefur enga stöðuorku, hann er í 0 hæð. Þannig að þá er þetta búin að einfaldast svona. U0 getur við reiknað út. Það er MGH, það sem H er 20 metrar. Og K1 er ekkert annað en, hálft M vaffi í öðru. Og það er að leita þessu hérna vaffi. Þá vitum við U0, við reiknum það út, fá bara eitthvað tölu.
Það jafngildir þessu hérna. Vitum massan, þá þurfum bara einangra vaffið. Þá er það komið. Þannig að þið fáið eitthvað út úr því og svarið verður í metrum á sekundum, því það er grunneining SI-kerfisins. Síðan þurfum við komin í B-liðinn, þá er spurt, en núna rennur maðurinn sér niður rampinn og mælingar segja að hraði hans neðst sé 54 km/klukkustund. Hversu mikla vinnu hefur núningskrafturinn framkvæmt á hjólabrettinu við að fara niður rampinn? Þannig að það sem fáið út er að hraðinn hérna í A-lið, hann verður meiri en þessi, af því að í A-lið að þá var engin núningskraftur. Öll orkan fór bara í að gefa honum auka hraða, en í B-lið að þá er núningur sem þýðir að það hægist á honum. Þannig að hraðinn þá er orðinn eitthvað minni. Þannig að í B-lið og þá vitið þið K0, þið eru búin að reikna það út. Þið vitið U0. Já, K0 var bara 0 þegar hann byrjar í kyrrstöðu. U0 var eitthvað ákveðið. U1 var líka 0 neðst niðri. K1 getið reiknað út að þá notið þið þennan nýja hraða í metrum á sekundu. Ok, þá getum við stilt upp þessari jöfnu. Núna er núningur, þá myndast þessi varmi og við vitum alla þessu atriði hérna og þá er eftir bara að leysa út þetta delta Q. Ok, verkefni 4.11. Þetta verkefni er svolítið svipað hönnunarverkefninu sem þið fáið, þannig að það er mikilvægt að kunna þetta hérna verkefni. Þannig að við skulum kíkja á þetta hérna. Ok, þannig að bolti vegur 10 kg og hann er kyrr í punkti A sem er í 15 metra hæð. Ok, þannig að hérna strax fáum við svolítið upplýsingar. Þannig að hæðin er 15 metrar, upphafshraðinn er 0, massin er 10 kg. Ok, boltinn er næst látið renna niður brekkuna. Látum upphafshraðan vera 0, hérna það. Ok, á milli punkts A og B, það er að segja frá því að nerinn efst uppi, þannig að kemur hérna neðst neri, framkvæmir núningskrafturinn mínus 200 júl í vinnu á boltanum. Það er að segja varmaorkan eykst. Þetta hérna segir ykkur eitt. Það segir ykkur að vaffnún er mínus 200 júl. Þetta þýðir það að delta Q er 200 júl. Munið því að jafna sagði að mínus vaffnúl væri sama delta Q. Þannig að þá vitum við þetta delta Q. Ok? Þetta er á milli punkts A og B meðan hann fara niður brekkuna. Síðan kemur hérna á milli punkts B og C framkvæmir núningskraftinu mínus 100 júl í vinnu. Þetta þýðir að delta Q sé 100 júl. Við getum sagt þetta delta Q AB, þetta er að fara milli A og B. Þetta er delta Q BC, bara til þess að aðgreina það milli. Ok, síðan kemur hérna trick question. Hver er orkan í punkti A, B og C? Það bara munið að orka varðveitist. Þannig að þið getur reiknað út orkuna í punkti A sem er þá bara K0 plus Ö0 og það er svarið bara við öllu. Af því að K0 plus Ö0, það er þess að orkan í A, hún er svo sama orkan í B og orkan í C. Orkan er alltaf svo sama. Orkan hérna, sama orkan hérna, sama orkan hérna. Ok? Þannig að þið getur þá reiknað út orkuna í A og þá er þið komið með orkun í B og C. Ok, hvað hefur varmaorkan aukist mikið þegar boltinn er í punkti B? Ok, það er eiginlega búinn að skrifa hérna. Orkan frá A til B eykst 200 júl. Hvað hefur varmaorkan aukist mikið þegar boltinn er í punkti C? Og svarið þar er eiginlega 300. Af því að
hann eykst 200 milli A og B, síðan eykst 100 hérna milli og þá varmaorkan aukist samtals 300 júl. Ok, síðan bara spurt hver stöðuorkan í punkti B. Það þá kannski fínt að kalla þetta UB. Þetta væri kannski KA og UA, bara til þess að aðgreina hvað að það upphaf, það endir og síðan eitthvað í miðjunni. Þannig að fínt að kalla þetta KA, KB, KC. Stöðuorkan í punkti B 0. Hann í neðstu hæð og þá bara stöðuorkan 0, sem ekki að spá mér því. En hver hreyfiorkan í punkti B? Það öllu flóknara. Þá þurfum við að segja, ok, hreyfiorkan og stöðuorkan í punkti A sama á hreyfiorkan í punkti B pluss stöðuorkan í punkti B pluss varmaorkan sem eykst þarna milli A og B. Var ég með þetta út af skjánum, afsakið. Þannig að við erum í E-lið. Hver hreyfiorkan í punkti B? Það þetta hérna. Nei, sorry, það þetta hérna. Akkurat. Þannig að við vitum þetta hérna. Við vitum þetta hérna. Þetta 0 og við vitum þetta hérna. Þá getum við bara stilt upp þessa jöfnu, sett inn allar tölunar og þá erum við með hreyfiorkuna í punkti B. Hreyfiorkan í punkti C, þá getum við skrifað, gera eina jöfnuna fyrst, skrifa orka í A sama orka í C. Þá getum við skrifað KA pluss UA, það að segja orkan í punkti A. Hún jafn mikil orkan í punkti C, það KC pluss UC pluss delta Q AC, það að segja frá punkti A til C. Þetta vitum við, það 0 og þetta hérna vitum við, þetta 300. Þetta milli A og C, varmaorkan milli A og C, hvað hún hefur breyst mikið þar. Og þá getum við reiknað KC. Þá það komið.